Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Það komin röðin á Húsavík aftur. Mærudagar voru síðustu helgi en það eru náttúrulega sjálfsögðu miklu fleiri ástæður til þess að heimsækja Húsavík enda uppbyggingin í ferðaþjónustu þar verið alveg hreint mögnuð núna upp á síðkastið. Við ætlum að byrja á staðnum sem allir eru að tala sjóböðin. Við Skjálfanda stendur bærinn Húsavík. Þar hafa menn og konur baðað sig í sjó svo árum skipti. Og þá eru að tala heitan sjó en ekki kaldan. Talið er að það hafi góð og jafnvel læknandi áhrif á húðina. Þar ætlum við að byrja, í sjóbaði á einum fallegasta útsýnisstaðnum við Húsavík. Þetta eitthvað allt annað, eitthvað alveg einstakt. Ég veit að útsýnið hérna á að vera stórbrotið, en mér finnst líka ákveðinn sjarmi yfir því að hafa þetta svona, eins og þetta núna. Ég ætla að njóta mín í botn. Þótt það sé gaman, þá má maður ekki gleyma því að næra sig, en gúllasúpan hjá sjóböðunum sendi okkur vel nærð af stað. En það ekki bara aðsókn í sjóböðun sem hefur aukist, heldur líka á aðra staði en þar vinnur ferðaþjónustan saman. Við ætlum að kíkja næst á eigendur á Sölku veitingahúsi sem að tekið eftir mikilli fjölgun hjá sér eftir komu sjóböðana. Húsavík mikill ferðamannabær þökk sé hvalaskoðun. Langflestir fara þó í hvalaskoðun á sumrin, þótt ferðamannatímabilið hafi vissulega lengst á undanförnum árum. Sjóböðin við Húsavíkurhöfða opnuðu í september í fyrra og viðtökurnar hafa verið mjög góðar. Veitingahúsin á Húsavík verða vör við stór aukna umferð einmitt á lágönnunni. Opnun Vaðlaheiðarganga hefur sömuleiðis haft mikið að segja. Þetta veitingastaðurinn Salka á Húsavík í hjarta bæjarins. Salka í sögufrægu húsi, hérna var kaupfélag Þingeyinga áður með rekstur. Veitingastaðurinn opinn allt árið og eigendurnir segja að veturinn hafi verið mjög góður. Það náttúrulega búið að byggja upp hér frábæra vetrarafþreyingu og heilsás sem eins og sjóböðin sem alveg frábært fyrir Húsavík að hafa fengið og svo ætla ég náttúrulega vona líka akkurat að göngin sé að stytta leiðina fyrir bæði ferðamenn og Íslendinga hingað yfir til Húsavíkur til þess að kíkja í sjóböðin og veitingastaði hér. Heyrið þið það að fólki sem kemur til ykkar í mat að það hafi verið í sjóböðunum eða á leiðinu eitthvað? Já, bara nánast allir sem koma hér að já. En svo náttúrulega Húsvíkingar líka mjög duglegir að koma til okkar og það náttúrulega eitthvað sem bara við erum mjög þakklátt fyrir og það kannski einhver ástæða fyrir því að við erum hér sterk á Húsavík í veitingunum og bara það mjög vel sótt af Húsvíkingum. Verið að byggja upp ferðaþjónustu hérna á Húsavík alltaf svona hægt og sígandi? Já, ég myndi segja það alltaf verið að akkurat reyna að finna hvað á að gera og eins og þetta með sjóböðin, það verkefni tókst rosalega vel og ég held að vetrarafþreying sé eitthvað sem komið til að vera því að hvalaskoðunin og náttúruperlur hér í kring á sumrin sterk. Þar við sterk.
Hvað með útlendinga, þeim alltaf að fjölga svona ár frá ári yfir vetratíman? Já, núna tímabilið, það eiginlega bara orðið rennur saman, nánast. Auðvitað koma kannski desember, janúar, fram í febrúar kannski sístu mánuðirnir, en það náttúrulega hjálpar til líka, hvalaskoðunin náttúrulega líka nánast rennur saman. Að þá ferðamaðurinn á ferðinni þegar hvalaskoðunin En þessi sterki segull eins og þetta kallað sjóböðin, gera þau það að verkum að hinn hefðbundni ferðamaður, hann líklega stoppar lengur á Húsavík? Já, við ætlum að vona það og svo sannarlega gerir það og minnast að það Íslendingur náttúrulega ferðamaður líka, að við Íslendingar erum kannski minna að fara í hvalaskoðun, þannig að Íslendingar fara þá í sjóböðin, en náttúrulega vonum að útlendingarnir gerir það líka og þá lengist tíminn sem þau stoppa hér. Við munum sjá það í sumar væntanlega þegar að ferðamaðurinn fyrir að koma hér að hann stoppi kannski lengur, fari ekki bara í hvalaskoðun og út úr bænum heldur fari í sjóböðin og þá verður hann akkurat orðinn svangur og kannski þreyttur og gistir hér ef hann búinn að fara í bæði hvalaskoðun og sjóböðin. En hvað þýðir það fyrir uppbygginguna hérna á Húsavík að ferðamaðurinn líklega dvelji lengur? Það náttúrulega gisting hér og svo allir þessi veitingastæðir, þannig að það hlýtur að hjálpa, klárlega. Húsavíkurstofa hefur verið sett á laggirnar sem ætlað að vera samnefnari í ferðaþjónustu svæðisins. Þau Guðrún og Guðbjartur segja að samvinna ferðaþjónustu fyrirtækja skipti miklu máli. Bæði eru þau sammála að ferðaþjónustan sé að eflast og styrkjast og hafi gert það á undanförnum árum. Já, alveg klárlega. Við náttúrulega opnum okkar veitingastað Sölku í desember 2000, þannig að þú sér að það þó nokkuð mörg ár síðan og að sjálfsögðu það náttúrulega bara helmingsaukning síðan við opnuðum og náttúrulega aukning ár frá ári og gerðist náttúrulega bara síðasta ár var frábært. Og desember núna náttúrulega var svo staðisti síðan að við höfum opnað og náttúrulega maður sá það að það voru bæði Íslendingar og ferðamenn sem voru að fara í sjóböðin og koma svo út að borða. Þannig að þið horfið nokkuð björtum augu til framtíðar. Já, alveg klárlega. Já, markmiðið með þessum þætti að sýna okkur hvað hægt að gera á Húsavík. Í næsta húsi við Sölku hvalasafnið og fyrir ykkur sem ekki komið þangað, þá ætla ég að sjá smá forsmekk af því hér. Það ekki hægt að keyra gegnum Húsavík, hvalaskoðun á höfuðborg Íslands, án þess að sjá eins og eitt stykki hval. Í sumar fór ég mjög eftirminnilega hvalaskoðun með norðursiglingu. Nú ætlum við að halda okkur á landi og kíkja á hvalasafnið, þar sem við finnum beinagrind af stærsta dýri jarðar. Þetta allt hvalir sem eru sjálfdauðir og hafa rekið á land og safnið þá látið vita og okkar starfsmenn mæta á staðinn og bara verkagrindurnar gera tilbúnar fyrir sýninguna. Fáið marga gesti á ári? Já, ég held að í fyrra höfum við fengið 34.000. Og hérna eru þið staðsett bara rétt við höfnina, það sem að hvalaskoðunin þannig að það er gott að byrja hér. Að byrja eða enda. Það yfirleitt koma gestir sem að fara í skoðun koma mjög oft til okkar líka. Við líka gefum öllum í rauninni hvalaskoðunargestum þeir fá 20% afslátt hjá okkur. Og þetta alveg einstakt safn, eða ekki? Það ekkert annað svona safn á Íslandi? Nei, og ekki mörg söfn til hvölum í heiminum heldur. Þannig að þetta nokkuð einstakt á heimsvísu. Hvað þetta margar hvalategundir sem maður getur séð við Íslandi? Þær eru 23 sem að hafa sérst. Þótt að sumar séu kannski algengari heldur en aðrar. Og hérna sú stærsta? Já, hérna stærsta dýr sem nokkuð tímann hefur lifað á jörðinni. Það steypirhurðurinn. Þetta ekki smá smíð. Hvað getur hann verið langur? Þeir geta orðið alltaf 33 metrar. En þessi sem við erum með hérna 25. 25 metrar? Hvernig í óskapunum komuð þið 25 metra hval hingað inn? Það var mikið púsluspil. Þetta var alveg hálsásverk, það sem að safninu var lokað á allan tíman, meðan grindinni var bara dreift hérna út öll gólf og meðan var verið að púslinu saman. Og já, síðan var hún bara klár hérna 2016. Og hérna liggur hann á bakinu? Hann liggur á bakinu, eins og hann hafi bara sokkið ofan í botninn á sjónum og dáið þar. Við höfum fengið upplýsingar að það séu til 9 grindur í heiminum, þar sem þú getur séð þær. Þannig að þetta bara frekar einstakt tækifæri til að sjá þetta dýr. Og það ekki langt á milli,
að sjá hann alveg lifandi og svo hérna inn á salninu? Nei, það er þetta hægt að fara bara hérna út í flóan og sjá það lifandi og koma síðan að skoða grindina eftir ferðina. Þá er komið að örstuttum auglýsingum hjá okkur en ekki fara langt. Það er miklu meira sem við viljum að skoða á Húsavík eftir þær. Það er ekki bara mikil uppbygging í ferðaþjónustu á Húsavík, heldur líka í umræðinni verksmiðjan á Bakka. Næst ætlum við að heyra í Kristjáni Þór, sveitarstjóra, sem er mjög bjartsýnn á framtíðina. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Húsavík á undanförnum árum. Langstærsta verkefnið er bygging kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka. Í tengslum við þessa framkvæmdir var reist í jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum, auk þess sem ráðist var í miklar endurbætur á höfninni. Allt þetta kallaði á þenslu í atvinnulífinu, en nú er vinnsla hafin í verksmiðjunni. Ferðaþjónustan er öflug á Húsavík og nýjasta nýtt í ferðaþjónustunni er sjóböð við Húsavíkurhöfða. Sveitarstjórinn segir að vissulega hafi reynt á ýmsa innviði sveitarfélagsins á meðan uppbyggingunni stóð og hann bindur vonir við að áfram verði haldið varðandi uppbyggingu á atvinnusvæðinu á næstu árum. Atvinnulífið á Húsavík hefur sem sagt tekið miklum breytingum með tilkomu verksmiðjunnar á Bakka. Algjörlega og þessi stoð sem núna er komin hérna inn í samfélagið er geysilega mikilvæg. Hér er iðnaður þá orðin einn af megin atvinnuvegunum sem skiptir auðvitað mjög miklu máli allstaðar að fjölbreytnin sé sem mest. Ferðaþjónustan hefur þetta byggst upp með undræðurum hætti á flestum stöðum og því betur eigum við hérna mjög flott fyrirtæki og svona nýjasta perlan í því eru sjóböðin sem ég held að flestir landsmenn hafa séð myndir úr og erum ákaflega stolt af og mun ýta mjög undir það að hér dvelji ferðamenn og gestir okkar aðeins lengur í bænum sem hefur mikilvæg áhrif á aðra þjónustu sem í boði er. En hvernig er svona dagsdaglega á bæjarkontornum? Fáið þið mikið af hringingum frá fólki sem vill gjarnan flytjast búferlum þá til ykkar? Við höfum þetta verið í mjög góðum samskiptum við þá aðila sem hafa verið hérna í uppbyggingunni. Húsnæðismálin hafa þetta verið okkur aðeins fjötur fót, það er bara því miður þannig. Hér var fasteignaverð mjög lágt og mun lægra heldur en byggingarkostnaður og því erfitt að hefja einhverja uppbyggingu og allt önnur staða uppi hér heldur en var til að mynda fyrir austan þegar uppbyggingin fer þar. Þar var mikið og auðvelt að sækja lánsfé og var í sjálfsögðu alltaf mikil og hröð uppbygging húsnæði sem stóð tómt lengi eftir en menn búa þetta að því og hefur þetta jafnað sig þar. En hér var staðan allt önnur, hér voru menn ekki eins frakkir að fara í uppbyggingu sem er að ákveðinleitu þetta bara gott en það má ekki vera algjört stopp og nú við höfum verið í vandræðum að hýsa þá einstaklinga sem hafa komið hér annarkvort í skemmri og núna til lengri tíma. En er það einhvers lausn í sjónmáli hvað húsnæðisskortinn varðar? Ég vona það auðvitað og núna á næstu árum við náum einhverju jafnvægi þar og það eru nokkur verkefni svona annarkvort á teikniborðinu eða við það að fara af stað sem að muni fjölga hér í íbúðum vonandi strax á þessu ári. Sömuleiðis erum við í eitt af sveitarfélögunum 7 sem fengum inn í þessu tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs þar sem er verið að ræða þennan vanda sem er svo víða í landsbyggðunum að menn treysta sig ekki til þess að byggja og þá er erfitt að mæta uppbyggingu atvinnulífinu eða annað með svona strax í kjölfarið á því að menn er að nýta slík tækifæri. Þannig að ég ber mikla væntingar til þess að við finnum betri lausnir í samstarfi við ríkið til þess að þetta verði ekki svona mikill flöskuháls á því að samfélög víða út land geti byggst upp með blómlegum hætti. Kristján Þór segir að lóðir séu tilbúnar. Margir aðilar hafi sýnt því áhuga að byggja hagkvæmt húsnæði á Húsavík. En hvað með frekari uppbyggingu? Er eitthvað á teikniborðinu? Er næsta spurning. Þá í atvinnulífinu hefur það legið fyrir frá upphafi varðandi Bakka að svona kannski líklegasta verkefni í kjölfari sé stækkun á þessu verkefni sem nú þegar er komið. Það hefur þetta verið unnið að því svona samhliða þó engin ákvörðun hafi verið tekin það. Reksturinn er svona hægt og rólega að komast í fínt horf
og ég vænti þess bara að svona, og vona auðvitað að ákvörðun það liggi fyrir en seinna, en maður auðvitað veit aldrei þegar þetta fer allt eftir markaðsaðstæðum og annað, en stóra markmiðið var það að það yrði stækkun á þessu verkefni. Og svo auðvitað erum við að fá í heimsókn aðila hérna sem að kanna svæðið, og nú þegar búið að byggja upp þessa innviði þarna út á lóðinni eða út á bakkasvæðinu, Þeistareykji línuna niður eftir, þá auðvitað það mun auðveldari sölu vara í sjálfu sér heldur en það að fá hingað fólk og þurfa að færa fyrir því rök að hér muni koma á einhverjum tímapunkti allir innviðinni sem þarf til. Og rafmagnið sem sagt á Þeistareykjum, það bara klárt? Já, það ætti að vera klárt, og inn á netinu að hér eru mjög góðar aðstæður til þess að bæta við fjölbreyttum verkefnum, og ég held að það sé líka það sem við höfum eftir að sjá víðar á landinu, þar sem hægt að veita raforku í verkefni sem að þurfa hana, að það verða fjölbreyttara verkefni, jafnvel smærri í sniðum og til þess fallinu auðvitað, í tilviki okkar vonandi, til þess að auka fjölbreytni í atvinnulífinu sem ég kom inn á hérna í upphafi að skiptir öllu máli. Sveitarstjórinn samsagt bjartsýnn á að byggingakranavísitalan verði áfram jákvæð á svæðinu. Ég auðvitað hef væntingar til þess. Það eru nokkur stór verkefni sem við höfum sjáum svona fyrir að verði ráðist í. Við erum að vonast til þess að geta farið innan skams af raunverulega stað með uppbyggingu hjúkrunarheimilis. Við erum í samtali við ríkið það. Það er lengi legið fyrir brýn þörf á því. Það mun auðvitað hafa áhrif líka á húsnæðismarkaðinn. Það býr til tækifæri í uppbyggingu búseturéttar íbúða á lóð dvalarheimilisins í kjölfarið, og þetta svona við sjóndeildarhringinn verkefni sem að við vitum að munu koma hér vonandi fyrr en síðar, og ég bullandi bjartsýnn með framhaldi hér, og við erum ánægð með það á þeim stað sem við erum í dag miðað við það sem að gerst hefur núna síðustu nokkrum árum. Könnunarsögusafnið á Húsavík safn sögu land- og geimkönnunar. Ég hef ekki komið þangað sjálfur, en Örlygur Hnefill, hann veit meira málið og hann fær orðið næst. Þetta könnunarsögusafnið á Húsavík, þar sögu geimferða gerð góð skil. Við ætlum að kynnast merkilegum safngripum, verðmætustu peysu landsins, víðförlustu mynt heimsins sem íslensku 25-ringur, og tunglgrjóti og áhafnarmerki tunglfara. Safnstjórinn, Örlygur Hnefill, féllst góðfúslega á að sýna okkur þessa gripi. Peysan góða geymd í traustri tösku, sem síðan geymd í öruggri geymslu utan safnsins, og svona gripi þarf að umgangast með natni, rétt eins og handritinn, og peysan merkileg, sannarlega. Já, þetta peysan sem Neil Armstrong, sem var fyrstur á tunglinu, fór í á Norðurpólinn 1985, og með honum í för var Edmund Hillary, sem var fyrstur til að klífa Mount Everest. Þannig að þarna ertu kannski með svona tvo þekktustu þálifandi landkönnuði, var henni þekktustu landkönnuði allra tíma í rauninni. Fyrsta mannin sem gengur á tunglinu og fyrsta mannin sem klífur Mount Everest, og þeir fara saman í þennan leiðangur. Og það var alltaf gríðarlegur heiður að okkar litla safn hér á Húsavík skildi vera valið til að varðveita þessa peysu. Hvernig stóð á því? Sá sem að skipulaði þennan leiðangur, mikill amerískur ævintýramaður Mike Dunn, hann var búinn að vera svona að horfa í kringum sig að safni til þess að varðveita peysuna. Hann vildi að þetta vera safn sem að kynni virkilega að meta þessa sögu, og það sem að þessi gjöf fengi kannski meira vægi. Það eru svona ótal söfn sem að gætu varðveita þetta, það sem eru stóri hlutir til sýnis, en þetta í litlu safni kannski nýtur sem betur, og hann fannst Íslandstengingin áhugaverð, þannig að hann valdi okkur, og hann kom hér til okkar fyrir 3 árum síðan, borgaði bara sín aðgangseyri og labbaði safnið, og á leiðin út þá réttir hann dömmunni í móttökunni möppu, rauða möppu, og kveður bara og fer út. Og hún var nú snögg að opnaði möppuna og sá að þarna var eitthvað mikilvægt á ferðinni, hringdi í mig og ég réttnaði skottið á honum, og við fórum síðan út og fengum okkur að borða, og hann sagði mér þessa sögu. Og hann var bara að skoða aðstæður, hann vildi bara sjá þetta, og ætlaði svo sem ekkert að hitta mig þann daginn, en í þessari möppu voru ljósmyndir úr þessum leiðangri og bréfaskriftir Neil Armstrongs, eða afrit af þessum bréfum sem hann skrifaði Armstrong og Edmund Hillary þegar hann var að skipuleggja þennan
leiðangur. Þeir voru nú fleiri þetta. Steve Fossett sem hvarf nú fyrir nokkrum mánuðum síðan á loftbelgi í tilraun til að fljúga umhverfis hnöttinn, hann var þarna meðal annars og fleiri þekktir en þetta voru auðvitað stærstu nöfnin. En þið sem sagt geymið peysuna góðu í skjalatösku og skjalataskan síðan venjulega í harðlæsta skáp? Já, við erum henni í eldværinni geymslu sem stendur, en markmiðið að vera búin að útbúa hér öruggan sýningarskap fyrir sumari til að geta sýnt hana hér í sumar. Við vorum með hana hér til sýnis senasta sumar, hluta af sumri, og þá var hann tekið niður í lok hvers dags sem var til að vinna. Við erum að gera núna skáp sem bara úr eldtettu gleri og það náttúrulega margt sem þarf að huga. Það rakastig inn í skápnum. Þetta auðvitað peysa sem nú þegar, já hún frá 85, þannig að hún náttúrulega orðin þó nokkuð gömul að flík að vera. Auðvitað ekkert í sambandi margt sem til sýnis. En hún var metin fyrir okkur þegar gjöfin var gefin. Það voru 2 skilyrði, þar að segja að það mátti enginn klæðast peysunni og svo þetta tryggja öryggi hennar og að hún væri tryggð líka fjárhagslega ef til þjófnaðar kæmi. Og hún var metin á 8 milljónir króna, þessi peysa, og þar af leiðandi sennilega ein dýrasta flík sem finnst hér á landi og sjálfsagt þó víðar væri leitað. Og við náttúrulega varðveitum hana vel núna en erum að vinna í því að útbúa þannig að hún geti verið varanlega til sýnis hjá okkur. Já, peysan var metin á 8 milljónir króna á sínum tíma, en þá var það víðförlasta mynt heimsins. Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Það var þannig að 1968 þá farið í fyrsta flugi til tungsins, ári áður en Armstrong gengur á tunglinu. Og í þeim leiðangri geimfari ungur maður sem heitir Bill Anders og hann hafði áður en hann gengur til liðs við NASA, hann hafði verið sem hermaður staðsettur á Keflavíkurflugvelli. Var hér í rúmt ár við herþjónustu og þegar kemur að því að þeir fara hér að æfa á Íslandi þá var hann fenginn til að vera í báðum ferðunum, eini geimfari sem kemur hér tvisvar. Og það var út af þekkingu hans hér á landi og kunningsskap við fólk hér á herstöðinu og víðar land. Og einn af góðum vinum hans var Pétur Guðmundsson sem var flugvallastjóri á Keflavíkurflugvelli. Og þegar kemur síðan að því að Bill fer í þennan sögufræða leiðangur, fyrsta flugið umhverfis tunglið, þá býður hann Pétri að koma og vera viðstaddur geimskotið. Og Pétur sjálfsagt í gríni fær honum lítinn 25-menningur og segir honum hvort hann vil ekki taka þennan með sér til tungsins. En Bill þótti vænt land og þjóð og vildi bara gera þetta og hann tekur hann og setur hann í vasa í innri geimbúning sínum og svo er hann með þetta í þessari 12 daga för þeirra til tungsins og umhverfis tunglið 10 sinnum. Mátti það? Í rauninni ekki, en NASA horfði í gegnum fingur sem smálega hluti, þannig að þeir tóku allir eitthvað lítið ræði með sér og þegar þeir komið tilbaka þá var þetta allt saman skráð, þeir fengu að eiga það og það var í mörgum tilfellum eins og með þannig pening steypt inn í svona gler til þess að varðveita það betur og þá merkt viðkomandi ferð og þannig að þeir fá að eiga þetta og Bill gefur Pétur þennan pening, svona sem táknum sína vináttu við hann og sem þakklætisvott fyrir góð kynni hér á Íslandi. Og þegar að Pétur fellur frá fyrir nokkrum mánuðum síðan þá var það ákvörðun fjölskyldunar að þessi peningur væri best sýndur hér af því að við erum að segja þessa sögu og við erum alltaf gríðarlega þakklátt fyrir það líka að fá að sýna þennan pening. Og hann einmitt hluti af því sem við erum að smíða utan núna og við erum að opna sérstaka sýningu þessa ferð og þannig að þar mun þessi peningur leika lykilhlutverk. En þessi peningur sem sagt, hann eins og við sögðum bara, þetta víðförlasti peningur heimsins. Já, og það nú gaman að segja frá því hér kom hópur af einhverju hópur af starfsfólki úr Seðlabankanum fyrir 1 eða 2 ára síðan og ég sagði þeim að þau væru vön því að krónan færi upp og niður en hún hefði aldrei farið eins hratt upp eins og 21. desember 68 og þeim fannst þetta alveg stórmerkilegt að þessi peningur væri til og sem að það náttúrulega að íslensku peningur skyldi farið þessa för. Við kveðjum þennan merkilega 25-mering og við skulum bæta við fleiri merkilegum gripum. Í þessari öskju áhafnarmerki Neil Armstrong sem fyrstur manna steig á tunglið og svo þarna líka tungsteinn. Þessi steinn, þetta nú eiginlega bara, þetta eins og sandkort en náttúrulega frá tunglinu og það gerir hann gríðarlega verðmætan. Og hér þetta merki sem að fjölskylda Neil Armstrong gaf safninu og hann fékk 15 svona merki þegar hann valinn í þennan leiðangur og merkið hannað. Einn fer á innri búningina sem fer í ferðina og hina átt hann bara til að gefa. Og þegar að kallinn féll frá fyrir nokkrum mánuðum síðan þá voru nokkrir eftir og síðan hans vildu að safnið hér á Íslandi fengi eitt svona merki. 2 voru síðan selda á uppboði nýlega og hvort sig fór á réttum 1 milljón króna. Þannig að þetta líka virkilega veglega gjöf og náttúrulega út af sögunni og hver átti þetta merki gerir hana enn merkilegri. Það voru búin að stikla af stóru á þessu helsta sem brennur á mönnum á Húsavík en það margt annað í gangi þar og mikil uppbygging og vert að gera sér ferð þangað. Núna næstu helgi, stærsta ferðahelgi ársins, verslunarmannahelgin, AK varlega, við ætlum að sjást í næstu viku.